Komið öll sæl og blessuð, býð ykkur öll velkomin. Gaman að fá ykkur öll. Við erum aðeins höfum verið að hingra því að uppgjörið var ekki það slæmt að við ætlum að sleppa veitingunum. Við bara þurftum aðeins að bíða hérna. Þannig að við fáum þær bara hér inn, en ég ætla að hefja leik. Ég ætla að renna núna yfir þessa helstu þætti sem að komu fram í uppgjörinu sem að við sendum frá okkur í gær og fyrir fyrstu 6 mánuði okkar rekstrarárs frá 1. mars og til ágústloka. En vörusalan hjá okkur hún var 38.363 milljónir króna. Hagnaðurinn var 2.094 milljónir eða 5,5% af veltu félagsins. Framleiðin hún nánast óbreytt á milli tímabila. Við berum saman við árið á undan og fer úr 24,12% í 24,15%. Hagnaður fyrir afskriftir, fjármagnsliði og skatta 3.043 milljónir. Heildar eignir í lok tímabilsins voru 26,4 milljarðar. Handbært fé 3.046 milljónir. Eigið fé 13.020 milljónir og orðið 49,2% í lok tímabilsins. Svona þessar helstu niðurstöður að við erum með minni söluaukningu heldur en við höfum verið með undanfarið. Hún 1,5% en á þessu tímabili þá meðaltalshækkun vísitölu neysluverðs 2,3%, þannig að við erum undir því viðmiði, en ef við tökum húsnæðisliðin út sem vegur þungt í þessum samanburði, að þá meðaltalshækkunin 1,1%, þannig að við erum yfir því. Við erum að horfa á það að við erum með magnaukningu í mjög mörgum og okkar stærstu vöruflokkum, en enga síður veltu minnkun í þeim. Það skýrist meðal annars vegna þess að þetta vegna meðaltal af okkar innkaupa körfu eða innkaupa mynt að styrkjast 2% að meðaltali á milli þessara tímabila fyrstu 6 mánuðin í ár og fyrstu 6 mánuðina í fyrra. Og með þessari styrkingu að þá, eins og þið munið, að þá tilkynntu við að við lækkuðum verð á öllum okkar innflutningi, okkar eigin innflutningi, snemma á þessu ári. Þó að það vegi ekki mjög þungt, en þá alveg ljóst að sumarið í sumar, rigningar mánuður 2, að þeir höfðu áhrif á sumarsölu hjá okkur, grill og það sem tengist því. Og samhliða því að við hér sem að vorum heima fengum nóg að þessu blauta sumri, að þá voru margir Íslendingar sem tóku það ákvörðun að fara til útlanda, eins og þau kannski munið. Þannig að það voru uppselt í allar sólarferðir og það hefur að hluta til áhrif á söluna hjá okkur. Afkoman hún mjög sambærileg við það sem var á síðasta ári. Kostnaðarhlutfallið að hækka 0,1%. Það hefur verið að batna undanfarið en við erum að fara upp 0,1% á þessu tímabili. Framleiðin nær óbreytt, þetta 0,03% breyting á milli ára og ég minni alltaf á þegar að við verðum fyrir gagnrýni að við séum ekki að skila gengisbreytingu. Við erum mæld á okkar álagningu og þetta sýnir að við erum að skila gengisstyrkinguna að fullu í verðlagi til okkar viðskiptavina. Fjárhagsstaða félagsins hún heldur áfram að styrkjast og við höfum nýtt sjóðstreymið til arðgreiðslu, greiddum út 1.172 milljónir í arð í sumar og við höfum fylgt áfram þeirri stefnu sem var mörkuð á sínu tíma að borga niður okkar lán og höfum greitt 1957 milljónir umfram lánasamningin inn á okkar lán á þessum fyrstu 6 mánuðum þessa rekstrarárs. Ég ætla að fara bara örstutt yfir reikningin eins og áður sagði. Vörusalan 38
363 milljónir króna og þar 1,5% aukning á milli ára eða 569 milljónir króna. Við erum með framlegð upp á 9.265 milljónir og hún 24,15% af okkar sölutekjum. Við erum með aðrar tekjur upp á 57 milljónir, laun og tengd gjöld upp á 3.214 milljónir. Þar erum við að kostnaðurinn að aukast 3,1% á milli ára og kjarasamningarnir, við erum með auðvitað marga sem eru á lágum launum og þannig að hlutfallshækkunin þar meiri heldur en tiltekið í prósentu hækkunum í kjarasamningum. Launahlutfallið 8,4% og það hækkar aðeins á milli ára. Annar rekstrarkostnaður 3.065 milljónir sem nánast óbreyttur frá fyrra ári eða 1 milljón hærri og 8% af sölutekjum. Nú hagnaður fyrir fjármagnsliði og afskriftir 3.043 milljónir eða 7,9% af sölutekjum og það óbreytt hlutfall, hækkun upp á 40 milljónir. Nú við erum með afskriftir upp á 334 milljónir, við erum með fjármagnsgjöld nettó upp á 92 milljónir, hagnað fyrir skatta upp á 2.617 milljónir, skatta upp á 523 milljónir, þannig að hagnaður tímabilsins eftir skatta 2.094 milljónir. Nú einfaldur efnahagsreikningur, við erum með fasta fjármuni upp á 13,1 milljarð, veltu fjármuni upp á 13,3, þannig að við erum með eignir upp á 26,4 milljarða króna, eigið fé upp á 13 milljarða og 20 milljónir og skuldir upp á 13,4, þannig að eigið fé og skuldir samtals 26,4 milljarðar. Nú sjóðstreymi á tímabilinu að við erum með handbært fé frá rekstri upp á 2.766 milljónir. Þar notum við 400 milljónir í fjárfestingar í rekstrarfjármunum. Við erum í fjármögnunarhefingar sem ég fer betur yfir og eftir upp á 3.463 milljónir. Það lækkun á handbæri fé upp á 1.097 milljónir. En í upphafi tímabilsins vorum við með 4,1 milljarð í handbært fé en eru núna með rúma 3 milljarða. Nú breytingar á eigin fé að í upphafi tímabilsins vorum við með 12.098 milljónir í eigin fé. Við greiddum arð eins og áður sagði upp á 1.172 milljónir. Hagnaður tímabilsins 2.094 milljónir og í lok tímabilsins eigið fé 13.020 milljónir. Nú rétt til að sýna ykkur yfirlitsmynd yfir þessa þróun að þá erum við með söluaukninguna 1,15%, förum úr 37,7 milljörðum í 38,3 og það gerir 569 milljónir króna eins og áður sagði. EBITan fer úr 3 milljörðum og 3 milljónum í 3 milljarða og 43 milljónir eða hækkar 40 milljónir króna. EBITDA hlutfallið 7,9% eins og áður sagði og það helst óbreytt á milli tímabila. Eiginfjárþróunin auðvitað komin með mjög sterka eiginfjárstöðu, hlutfallið komið í 49,2% og eigið fé samtals 13 milljarðar rúmir. Þannig að við höfum byggt þetta upp jafnt og þétt og teljum okkur vera komin í mjög sterka stöðu. Nú, forgangurinn hefur verið eins og þið þekkið að minnka skuldsetningu félagsins og við erum núna komið með nettó vaxtaberandi skuldir niður í 1.488 milljónir í lok þessa tímabils sem þá fjórðungur af EBITu félagsins á ári og á tímabilinu eins og áður sagði greiddu við 1957 milljónir umfram lánasamning. Nú sjóðstreymið, við vorum í upphafi árs með handbært fé upp á 4.143 milljónir. Handbært fé frá rekstri á tímabilinu 2.766 milljónir. Fjárfestingar upp á 400 milljónir.
og við erum með fjármögnunarhreyfingar upp á 3.463 milljónir, þar af arðgreiðslan 1172, annað lán þar af umframgreiðslan upp á tæpa 2 milljarða. Þannig að handbært fé í lok tímabilsins var 3.046 milljónir. Framlegð félagsins, hún stöðug eða hefur verið stöðug undanfarin misseri og við erum með 24,15% framlegð á þessu tímabili sem við erum að birta í gær. Ég get ekki bara látið hjá líði hvert skipti sem ég tala framlegðina að við erum að skila styrkingu krónunnar til okkar viðskiptavina og legg mikla áherslu á það því að það skiptir miklu máli í því trausti sem að viðskiptavinir sýna okkur, að við stöndum undir því og þrátt fyrir mikla sveiflur í krónunni og svona fram og tilbaka á þessu tímabili og undanfari misseri að þá erum við að ná að stýra félaginu þannig að viðskiptavinir okkar njóta þess þegar að krónan styrkist. Kostnaðarhlutföllin þau eru 16,4%, voru 16,3% á fyrra ári. Við höfum verið að lækka undanfarið en förum upp 0,1% á þessu tímabili og það þrýstingur á laun, það engin spurning og það eru kjarasamningar framundan þannig að við í sjálfu sér, ég ætla ekki að spá neinu það en það allavega miðað við yfirlýsingar í fjölmiðlum að þá á eftir að takast á þá samninga og það að sjálfsögðu hefur þá einhver áhrif á okkar rekstur. Í september þá endurfjármögnuðum við lánasamning okkar og gerðum þar nýjan samning við Arion banka. Þar erum við búin að framlengja fjármögnun félagsins til 5 ára eða til október 2019. Við erum auk þess með framlengingarheimild til maímánaðar árið 2021. Samningurinn hann eins og sá fyrri, hann með breytilega óverðtryggða millibankavexti að viðbættu álagi og við höfum heimild til þess að greiða inn á samningin umfram samning og getum greitt lánið upp án kostnaðar ef við kjósum að gera það. En við kynntum í fyrra að það stendur til að flytja banana í nýtt vöruhús og við höfum gefið okkur tíma til þess að hanna það hús og farið yfir þarfagreiningu. Við hugsum þetta hús til framtíðar fyrir banana og erum að byggja það með þarfir félagsins til lengri tíma í huga. Húsið verður 5.545 fermetrar eða 1.000 fermetrar stærra heldur en við gerum ráð fyrir í upphafi. Við erum að áætla fjárfestinguna rúmar 1.500 milljónir en höfðum gert ráð fyrir 1.300 þegar við sendum út tilkynningu fyrir tæpu ári síðan. Og við erum þar að gera ráð fyrir meiri pökkun og vinnslu heldur en í upphafi. Þannig að við erum að horfa á ákveði nýja þætti og aðeins meira fram í tíman. En við gerum ráð fyrir að flytja banana í lok næsta árs eða fyrir árslok 2015. Við höfum náð samkomulagi við tískuvörumerki sem heitir FOF og stórt og við erum mjög ánægð með að hafa náð því samkomulagi. Við komum til með að opna í Hagkaup í Kringlunni uppi á annarri hæð, nýja verslun núna 8. nóvember. Þetta alþjóðlegt tískuvörumerki og það á 3.000 sölustaðir með þessu merki í yfir 20 löndum, í mikilli sókn og að opna nýjar verslanir á hverju ári, mikinn fjölda. Þetta tískuvatnaður fyrir dömur, kalla og herra og börn sem sagt, og við erum að koma inn á þennan markað með verð sem lægra heldur en áður hefur þekkst á Íslandi. Og þetta eru bæði gæði og hagstæð kaup fyrir viðskiptavini og við
teljum í þeirri stöðu sem að svona fataverslun á Íslandi komin að það þurfi að spyrna við og sækja fram og við teljum að við getum bætt samkeppnishæfni Íslands með því að koma með þetta merki til landsins og við getum bætt samkeppnishæfni Hagkaups með því að koma með þetta merki til landsins. Og við bindum miklar vonir við þetta samstarf. Þetta mjög öflugur samstarfsaðili og eins og ég segi, við getum boðið þarna vöru og verð sem að hefur ekki áður sést á Íslandi. Nú annað verkefni sem að við höfum unnið að undirbúningi að í mörg ár bónusverslun í Vestmannaeyjum. Við vorum komin með lóð og búin að gera samninga fyrir nokkrum árum þegar að skipulagi var breytt, þannig að við þurftum að byrja upp á nýtt. Og við teljum okkur vera búin að finna núna réttu staðsetninguna og erum búin að gera samninga um leigu á húsnæði sem að verður byggt sérstaklega fyrir okkur. Við áætlum að opna í upphafi sumars á næsta ári og búðin hún áætluð 1200 fermetra sem svona staðal bónusbúð, fullbúin og eins og þeir sem við höfum verið að opna undanfarið, eins og til dæmis á Selfossi. Nú stóru verkefnin okkar framundan auðvitað þetta vöruhúsaverkefni fyrir Banana sem að þrátt fyrir það að vera búin að skipuleggja og annað, þá þarf að halda utan það og klára byggingu og flytja fyrirtækið sem að mikið verk. Þessi verslun okkar í Vestmannaeyjum sem að mjög spennandi verkefni. Við finnum fyrir mikilli hvatningu frá Vestmannaeyingum að koma og höfum gert það í mjög langan tíma, þannig að við verðum ánægð með að fara þangað. Nú, FHF-verkefnið líka stórt hjá okkur. Við erum að opna fyrstu verslunina núna í nóvember og komum til með að opna fleiri verslanir á næsta ári. Nú, við erum í samningum við Smáralind framtíð okkar þar og ég veit að við höfum svo sem rætt þá framtíð en okkar samningar þar renna út í lok árs 2016. Þannig og það að mörg að hyggja. Við höfum sagt að við viljum fækka fermetrum í Smáralind. Það stendur hvar sú umræða lendir að það á eftir að koma í ljós í þeim samningum sem við erum með í gangi í dag. Nú, við höfum verið að vinna mikið bara í innviðum félagsins, bæði innan okkar verslana og eins vöruhúsa og það má segja að sú kostnaðarhagræðing sem hefur náðst undanfari misseri að hún hefur skilað sér og við erum að fara upp í kostnaði 0,1% af sölu á síðustu 6 mánuðum, þannig að við munum halda áfram til þess að viðhalda okkar kostnaðarhagræði og teljum að samkeppnis forskot okkar muni byggja á því að vera með hagkvæman rekstur. Nú, við erum líka að vinna í vöruþróun og nýjungum og eitt stórt verkefni bara svo ég segi það og þið þekkið að það eru eldgrillaður kjúklingur. Við erum þar að fjárfesta töluvert í verslunum, erum komnir með það í Hagkaup í Skeifuna og Garðabæ og erum að fara víðar. Verkefni sem hefur gengið mjög vel. Við vorum í súsígerð innan Hagkaups sem hefur líka gengið mjög vel og það eru himneskt vörulínan og fleira sem við erum að vinna í á fullu. Nú, við erum enn að greiða niður lán eins og kemur fram í þessari kynningu að þá lögðum við mikla áherslu á það fyrir hluta ársins og það stendur ekki til að hætta því. Við munum greiða áfram niður okkar lán og minnka okkar skuldsetningu. Og við erum líka að skoða nýjar staðsetningar. Nú, ég ætlaði ef ég gæti komið að þá ætlaði ég að sýna ykkur eina auglýsingu frá þessu FHF vörumerki sem að fer í keyrslu vonandi fljótlega. In the club when the lights come on and the DJ's playing the last song, baby, I'll be singing that song with you. I'll be singing that song with you. If it's over, I won't let it get me down. Just call me over. I'll turn your skirt around when it's over.
ekki alveg markhópur hérna en dóttirin var ánægð með þetta, svo ég sagði það. En ég vil þakka ykkur fyrir þetta. Ef það einhverja spurningar þá sjálfsagt að svara þeim og hér samstarfsfólk mitt líka með mér. Hvað með kaup félagsins á eigin bréfum? Sko við höfum, bara ég held ég sé best í þessu að því að ég vissi að ég spurður svona út í þessar ráðstöfun fjármuna að stjórn félagsins markaði þá stefnu að koma fjármunum beint eða óbeint til sinna hluthafa með arðgreiðslu, kaup á eigin bréfum ef verðið væri hagstætt, kaup á fasteignum ef verðið væri hagstætt og í fjórða lagi niðurgreiðslu lána sem við erum náttúrulega að vera búið með. Já. En þannig að ég myndi segja að við erum auðvitað að greiða niður lán, við eigum þar eitthvað eftir í land og við höfum verið að auka arðgreiðslur og ég myndi segja að allir þessir 4 valkostir eru ennþá á borðinu og við bara erum að velja úr þeim eins og stjórn telur henta hverju sinni. Já, við skoðuðum nokkra valkosti í húsnæði sem voru tilbúin en það kostar líka töluvert að breyta þeim sko. Þannig að það ekki bara eins og maður sé að kaupa eitthvað kassa og farið þar inn og það hendi. Þannig að við teljum þetta hagkvæmasta kostin fyrir okkur og ég get alveg sagt að bæði staðsetning, uppsetning á húsi, hvað hentar og hvað hentar ekki, bæði með tilliti til sko, aðfanga að fá vöruna inn og kominni frá okkur að við líka verður bara að segjast eins og að þessi fasteignamarkaður að við fljótlega eftir bankahrun vorum að skoða og ég ímynda mér að frá þeim tíma þá kannski 30-40% hækkun á fasteignum, þannig að ég dreg í efa að við fengjum hagkvæmari valkosta að kaupa og breyta. Já, við vorum með sko, kassa sem við vorum að skoða en sko, bara fasteignina hún var komin upp í 70-80% þessu verði sko. Þá átti eftir að sko, laga aðkeyrslu, dyr og fleira sko. Og allt innvols. Þannig að ég held að það ekki ég dreg í efa að það sé ódýrara. Og í rauninni miðað við skoðum nokkra valkosti í þessu. Það ekki annar tónn, en það bara já. Nei, það bara, við erum bara í þeirri stöðu ef við ætlum að vera í verslun, ég meina Hagkaup ákveðin tegund af verslun og hefur verið það sögulega. Ef að Hagkaup ætlar að taka þátt og vera með á þessum markaði til framtíðar þá bara fara þér þessa leið, finna sér samstarfsaðila sem mjög öflugur og getur boðið besta valkostin. Hagkaup hefur sögulega boðið ódýrasta fatnað á Íslandi. Það eru alþjóðleg merki sem hafa komið og sem erfitt að keppa við, fyrir utan það náttúrulega að tæplega 40% af þessum markaði erlendis. Hagkaup með auglýsingu, ég held bara í morgun, sem verið að minna á loforð stjórnmálmanna fyrir síðustu kosningar, þar sem að
Við erum að horfa til dæmis í barnafatnaði, það er tvöfaldur tollur og virðisaukaskattur á barnafatnaði hér sem er ekki í London og það er 40%. Og meðan ástandið er eins og það er og stjórnvöld velja það að fá engar tekjur af þessari sölu, þá er þetta með þessum hætti og það hefur aukist, má segja, þessi fataverslun sem að flyst til útlanda. Við viljum ekki banna fólki að ferðast, en við viljum vera við sama borð þegar kemur að skattlagningu og ég myndi segja að þetta er bara sóknarbolti sem að við spilum, það er ekkert öðruvísi. Og við munum halda áfram að berja á stjórnvöldum, það er alveg klart, því að það er galið að það kosti 40% meira í skattlagningu að kaupa barnapeysu hér í samanburði við London. Sami tónninn, bara, Heyrðu, er ekki tími á veitingarnar fyrst að þær báru seint, bara fáið ykkur kaffi og spjallið endilega og við erum til taks og alltaf tilbúin að svara spurningum. Takk fyrir.